Ok, við skulum spjalla svolítið línulega háða og línulega óháða vigra. Byrjum á skilgreiningunni. Skilgreiningin svona, við með sett af p-vigrum og vigranir er ég að rétta, þá eru þeir sagði vera línulega óháðir. Ef þessi jafna hér, sé að ég er með línulega samantækti eða jafnt á 0, ef línulega samantækti hefur bara lausnina x jafnt á 0, sem sagt allir fastanir hérna er 0. Eina leiðin til að fá 0 hægra megin er ef allir fastanir eru 0. Nú, til að skilgreina eitthvað vigra sé línulega háðir, þá gerum við það bara út frá hvort þau séu ekki línulega óháðir. Sem sagt, vigra sem eru ekki línulega óháðir kallast línulega háðir. Vigrar eru sem sagt alltaf annarkvort línulega háðir eða óháðir, aldrei bæði og aldrei hvorugt. Og við skulum pröfa að sjá dæmi, skulum sjá aðeins hvernig við getum svarað þessa spurningu. Nú, okkur er gefnir hérna 3 vigrar, VF1, VF2, VF3 og spurt eru þau línulega háðir. Nú, við setjum upp svona vigrajafnu. x1 sinum VF1, x2 sinum VF2 plus x3 sinum VF3 er eftir 0. Og við ætlum að gá, eru til einhverja aðra lausnir á þessari jöfnu, heldur bara akkurat lausnin x1, x2, x3 allir jafnt á 0. Nú, við höfum séð hvernig þetta breyta svona vigrajöfnu í bara fylkjajöfnu. Að raða hérna vigrónum mínum í dálkavigra fylkis A, svo setjum ég fastana minna hérna. Og þegar við skoðum þetta svona, kallum þetta hérna fylki, ef við segja þetta hvað heitir A og þetta er vigurinn x, þá erum við í raun og vera að spyrja, hefur jafnan ax jafnt á 0, þar sem við smíðum aðeins og einu fyrir ofan, aðra lausnir en x jafnt á 0. Ef það hefur aðra lausnir en x jafnt á 0, nú þá eru vigranir línulega háðir. Nú, til þess að svara þessari spurningu, þá setjum við jöfnunhettu okkur upp í hérna auki fylki. Við röðum hérna vigrónum okkar VF í auki fylki. Við fremjum nokkrar velvaldar línaðagerðir á fylkið og fáum hérna fylkið á stallagerð. Verður svona. Ok, ef við skoðum þetta fylki þá sjáum við, hér er með vendi hérna stak og hérna er með vendistak. Og þannig að þetta hérna er bæði vendi dálkar, en þessi hér inniheldur ekkert engan vendistuðul kallum við yfirleitt, þannig að við sjáum að x3 er frjálsbreyta. Það þýðir að jöfnuhöfn okkar hefur margar lausnir, þannig að svarið við spurningunum okkar hérna er þeir línulega háðir, er já. Það er sem sagt til aðrir fastar heldur en bara akkurat x1, x2, x3 er 0 sem gera þessa jöfnu að 0 þarna. Ok, þannig að við segjum vigranir eru línulega háðir vegna þess að ax jafnt á 0 hefur margar lausnir. Ok, við skulum setja fram staðhæfingu þetta. Þannig að við segjum dálkavigrar fylkisins A eru línulega óháðir, þá og því aðeins að jafnan ax jafnt á 0 hafi aðeins lausnina x jafnt á 0. Þess að þegar okkur gefnir einhverju vigrar getum við alltaf setta upp í svona fylki og athuga hvort að tilsvarandi jöfnunheppi hafi lausn á þessu formi. Nú, við skulum skoða nokkur dæmi. Segjum við sem þessar 2 vigrar, 3, 1, 6, 2 og við erum spurð eru þeir línulega háðir. Nú, við gætum gert eins og áðan og sett upp jöfnunheppi, sett upp auki fylki það sem eru, gert eina eða 2 velvaldar línaðagerðir og séð við fáum út þetta fylki hérna. Það er einn vendistuðull, það er einn frjálsbreyta, þannig að svarið er já. Þeir eru línulega óháðir. Nei, línulega háðir fyrir ekki. Sjá, ekki nóg að skrifa bara það sem ég skrifa hérna á skjáin, orðin vera að fylgja. En sjá nú, pröfum að líta aðeins að þetta öðru sig. Það við erum með svolítið sértilfelli þegar við erum bara með akkurat 2 vigra. Ef við skoðum þá, við segjum, ok, ég átti sem sagt að spurja mig ef ég var með 2 vigra, ef ég er með 2 fasta, x1 og x2, og ég set svona línulega samantækt að þeim. Get ég þá valið mér x1 og x2 einhvern veginn öðruvísi heldur en 0, þannig að útkomi 0. Og ef við horfum á þessar 2 vigra, þá er það eiginlega alveg augljóst. Það segir hérna, segjum hvað ég velja mér hérna sem fasta. Já, ég geti valið mér til dæmis -2 hér, ef hann vildi skrifa fyrir mig pennin, og 1 hérna.
Það stendur -6 + 6 í efra stækinu og -2 + 2 í neðra stækinu í fæ út 0. Þannig að svarið væri aftur í aðri línulega háðir. Nú, með öðrum orðum, hvað þýðir þetta? Þetta að því akkurat með 2 vigra. Ég get sem sagt skrifað annan vegurinn sem fasta margfeldi af hinum. En við erum með svolítið sér tilfelli þegar við erum bara með akkurat 2 vigra oft þægilega að sjá þá hvort það sé línulega háðir og óháðir. Skrifum þetta fram, setjum fram reglu. Segjum að 2 vigrar ætla að kalla á U og V. Þeir eru línulega háðir ef hægt að skrifa annað en sem fasta margfeldi af hinum. Og ef við ætlum að álykta þessi línulega óháður þá þurfum við að athuga að U sé ekki fasta margfeldi af V og að V sé ekki fasta margfeldi af U. Bæði þarf að gilda. Og það sem við þurfum að vera vissum það það sem við getum lent í vandræði með, til dæmis það ef annar er 0 vegurinn þarna. Við þurfum að gá að báðu. Ok, vigranir þessi 2, þeir eru aftur á móti línulega óháðir ef þetta er ekki hægt. Ok, þannig að ef við getum ekki skrifað hvora hann hægt að skrifa sem fasta margfeldi af hinum, þá eru þeir línulega óháðir. Þannig að ég kom með dæmi hérna, og pröfa að gefa ykkur 2 dæmi. Eru vigrarnir 0 og við erum með, 73, 17,4 og 1, eru þeir línulega óháðir. Og svarið er nei, þeir eru ekki línulega óháðir vegna þess að við tekjum hérna þennan fína vektor 73, 17,4 og 1 og margfalda með 0, ekki með 0 vigurum heldur bara 0 tölunni, þá fæ ég út 0 vegurinn. Þannig að svarið er nei, þeir eru sem sagt línulega háðir. Og sjáðu þetta, við getum rauninu að dreigja aðra ályktun hérna þessu dæmi. Alltaf ef ég er með 0 vegurinn í menginu mínu, þá er ég nauðsynlega með mengi af línulega háðum vegurum. Þannig að ef að mengi mitt inniheldur vegurinn 0, þá eru þeir línulega háðir. Nú, ef ég er með fleiri en 2 vegra, þá þurfum við annaðhvort að leysa jöfnuhneppi eins og áðan, og þegar við erum að leysa jöfnuhneppi þá erum við rauninu að sjá, er hægt að skrifa einn af vegrunum sem línulega samantekt af hinum. Skulum taka dæmi um þetta. Ég tek hérna vegrana 1, 0, 0, 0, 1, 0 og 21, 73 og 1. Og maður sér að taka 21, 73 og 0 frekar. Svona. Þá sé ég strax að ég horfa á þessa 3 vegra að þeir eru línulega háðir vegna þess að ég get skrifað margfalda þennan með 21 og margfalda þennan með 73 og þá er ég komið með akkurat þennan vegur. Þannig að þessir eru línulega háðir. Ég ætla að skipta á þessum gula lit, það var óvart. Skulum skoða nokkur dæmi viðbót. Ok, segjum okkur sem gefnum hérna 2 þriggja vigrar og við vitum þá að þeir saman línulega samantekt af þeim, þeir spanna plan, ég er í 3. Svo ætla ég að segja, ok, ég er með annan vegur, 2-falda, ég ætla ekki að segja hvernig hann er, að öðru leitinu ætla að segja hann er í spaninu af Ö og V. Ok, það þýðir nauðsynlega að V, U og 2-falt V séu línulega háðir. Þá og því aðeins að mér þessa. U, V og 2-falt V eru línulega háðir. Ok, er þetta rétt hjá mér? Nú, hver er skilgreiningin á að þeir séu línulega háðir? Það þýðir að maður geti skrifað eitt þeirra sem, hvað er nauðsynlegt? Það þýðir að maður má ekki geta skrifað eitt sem línulega samantekt af hinum 2. Þá þurfum við að muna, hvað þýðir eiginlega 2-falt V sé í spaninu af þessum 2? Það þýðir einmitt að þessi hér sé einhvers konar línulega samantekt af þessum 2. Þannig að þetta er hárrétt fullyrðing. Okay. Ef þessi hérna er í spaninu af þeim, þá eru þessir 3 vigrar samtals línulega háðir.
Okay, tökum núna eina mjög gagnlega setningu. Þessi setning segir að ef við erum með mengi af p-stykkjavigurum í arjenta, þá er þetta mengi af línulega háðum vigurum nauðsynlega ef p er stærri en n. Okay, til að átta okkur aðeins að hvað setningin segir, þá skulum við segja okay, hvað er p og hvað er n. Við segjum við erum með p-stykkjavigurum, þannig að ég ætla að segja sem er 1, 2, 3, ég er með 2, 3, 4, ég er með 5, 6, 7, ég er með 1, 1, 3, já, ég er með 4 vigra. Hvað þýðir það fyrir okkur hérna? P er 4. Okay, í hvað vídd eru þessi vigrar? Það er 3 stök í þeim, þannig að við erum í r í þriðja. Í þessu tilfelli þá er p stærri en n. Þess að fjöldi vigrana er meiri en víddina sem við erum í, víddin sem við erum í, þá erum við örugglega með línulega háða vigra. Ok, akkur allir þetta sé. Sönnunin er raun og veru mjög auðfeld og tengir mjög vel við það sem við höfum verið að gera. Skulum sjá. Byrjum á að búa til fylki A sem er röðan hana vigrónum okkar í dálkaveruna. Og svo ætlum við að skoða jöfnuheppið AX er jafnt og 0. Ætlum að gá hvort það sé til einhverja aðra lausnir heldur en x jafnt og 0. Nú, hvað er þetta fylki hérna stórt? Skulum byrja á að sjá það. Nú, hvað er mörg stök í hverjum vigri? Það er n stök, það er n línur og hvað er margir dálkar? Það er p dálkar. Þetta er n sinnum p dálkar. Nú, ef að p er stærri en n, þá erum við með fleiri breytur heldur en jöfnur. Þannig að jöfnunheppi hefur nauðsynlega frjálsa breytu. Okay. Þá eru örugglega til lausnir aðrar en x jafnt og 0 á þessu og dálkavigran eru þá nauðsynlega línulega háðir. Ég ætla að láta duga að taka þetta bara með orðum. Byrjum að pröfa að spóla tilbaka og hlusta aftur. En bara út af akkurat hvað við vitum um lausnir á jöfnunheppum, þá getum við ákvarðað að þetta sé rétt setning. Ok, það gildir sannarlega ekki, þannig að við segjum hérna að þetta var svona munnleg sönnun. Það gildir sannarlega ekki að ef n er stærri en p, að þá séum við klárlega með línulega óháða vigra. Til dæmis gæti við verið með vigrana 1, 1, 1 og 2, 2, 2. Sér eru með vigri aðri þriðan í bara með 2 stykki, en þeir eru greinilega línulega háðir. En ég gæti líka verið mannans þannig að þeir væri línulega óháðir. Okay, skulum enda þetta á að taka bara nokkur dæmi. Safna þessu öllu saman. Ok, eru þessir vigrar línulega háðir? Já, klárlega línulega háðir. Það eru 3 vigrar í r í öðru, þeir eru línulega háðir. Ok, nýtt sett af vigurum. Eru þeir línulega háðir eða óháðir? Þeir eru háðir. Akkur eru línulega háðir vegna þess að 0 vigurinn er þarna, þá vitum við þeir línulega háðir. Ok, 2 vigragefnir, eru þeir línulega háðir eða línulega óháðir? Þeir eru óháðir. Hvernig sé ég það? Ég sé að til þess að þeir eru ekki fastamarkvalda hvorum öðrum. Til dæmis til að fá hérna, ég er með -2 hér, þá er þetta markvalda með 2 til að fá -4. Það virkar líka hérna og það virkar líka hér, en 10 sem 2 er ekki 17,4. Það er ekki síðast tíkað, en þessi er línulega óháðir. Ok, eru þessir 3 fínu vigrar línulega háðir eða línulega óháðir? Já, þeir eru línulega óháðir. Og þetta eru grunnvigrarnir, við kallum þetta oft E1, E2 og E3. Oft er þetta líka nefnt I, J og K. Og þegar ég set svona hatt hérna ofan á í staðin fyrir að setja strik, þá er ég að segja, merkja að þetta séu einingavigrar. Þetta er allt 3 einingavigrar, þeir hafa allar lengdina 1. Og við sjáum ef við myndum setja þetta upp í fylki að eina lausnin sem við hefðum á jöfnu AX jafnt og 0 væri 0 lausnin. Ok, pröfum eitt dæmi viðbót. Hverju gefnir 3 vigrar, eru þeir línulega háðir eða óháðir? Þeir eru línulega háðir. Hvernig sé ég það? Þessi hérna er fasta markvaldi af hinum. Okay. Og þá skiptir engum máli hvernig þessi hérna er, þessi þriði, að því að það er háðir vigrar hérna innan mengisins, þá er allt mengið af línulega háðum vigrum. Ok, þetta ætti að vera öll helstu atriði línulega háða og óháða vigra.